Komið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 5. desember 2025 og Bitcoin í $91.055. Og hjá mér sestur Björn Haraldsson. Vertu blessaður, Björn. Já, blessaður sæl. Hvað segirðu gott? Bara fínt, nýr mánuður. Já. Nóvember að baki. Já, hvernig voru lokatölur nóvember? $19 niður held ég á Bitcoin. 17% niður, sko. Já. Sem næst versti mánuður. Það þú veist, við vorum 2019 vorum 17% niður. Eða, við 17,6 núna, 17,27 þá. Vorum 36% niður 2018. Það eini mánuðin sem verri. Og ég held þetta sé bara einn versti nokkrir mánuðir í röð bara svona með svona topp röð mánaðar sem eru slæmir, sko. Ég hugsaði að þetta ég var að hugsa þetta hlýtur að vera, eða væri einhver mæleining til sem mælir sko væntingar og brostnar vonir. Já. Þá þessi ársfjórðungur hlýtur að vera sá allra versti í sögu rafmyndamarkaðarins. Já, ég ætla bara að leiða mér að fullera, það algjörlega rétt. Já. Þetta bara, ef þú tekur það þannig, sko, þá bara að því eins og við höfum talað hérna, þessi mánuður á þessu tímabili í hringrásinni á að vera svo rosalega góður og svo þetta bara einn versti nokkri mánuð skeið bara í sögu Bitcoin og rafmynda, bara í heildsinni, þannig að já, engin spurning, sko. Og hvað heldur að þú hafir gert til að eiga þetta skilið? Er það að þú hættir að kaupa Bitcoin og fórst bara að kaupa Solana? Þú seldir samt aldrei Bitcoin, þú er aldrei selt Bitcoin. Nei, jú, ég hef selt Bitcoin, sko. Ég hef verið að hugsa það undanfarið, sko. Já, þá komið skýringin. Að ef ég ætti bara Bitcoini sem ég átti 2020, og ekki fært yfir í neitt annað, þá var ég betur statur, sko. Þetta alveg umhugsunarefni, sko. Segjum tveir, en eins og við samt töluðum eða eins og ég nefndi hérna áðan, þetta stend samt ekki alveg skoðun. Það að segja, manstu, við hérna fórum yfir, það sannleikur samt sá eins og við töluðum sko, við hefum samt verið í enn betri mál með við hefum bara ákveða að veðja okkar eitt altcoin, hefði verið nána sama hvað altcoin hefði verið af 2020, ef það bara keypti Ethereum og sitja á því, þá verður talsveit betri mál með Bitcoin og svo framvegis. Já, og allir þetta segi ekki það líka, minna, þú veist, ef þú fer í markaðin 2017, 18 og 2021, sko, þá þurftur ekkert að vita rosa mikið, þú bara settir í einhvað, nýtt layer one eða eitthvað svona, þú veist, einhver gaming coin eða eitthvað, það fór allt bara 20x til leið eins og þú værir bara snillingur, sko. Minna, maður heyrir bara svona fleiri og fleiri tali, ég í Rálf Pál talað þann daginn, ég var að hlusta á einhverja sérfræðinga spjalla bara í morgun, þá menn að segja bara ég búin að fara í gegnum þetta og ég ekkert ég að tapa á öllum þessu svona litlu veðmálum mínum og þannig að þú veist, þetta hlýtur að hafa þau áhrif að menn fara að vera meira íhaldsamari í hvað þeir fara. Já, allan augnablikinu veit ég hvað gerist ef allt verður að fara á flug, sko. Ég myndi samt álíkanlega sleppt alveg hygglust fullira að þekking hvernig á ég orða þetta? Við erum orðað þetta hannig og ég hef nú sagt það árið í hlaðvarpi að vinir mínir fjölskylda þar að segja þeir sem fóru í þetta var náttúrulega ekki nærið allir úr þessum tveimur hópum en þeir sem fóru í þetta þegar ég var með mína Bitcoin maníu 2020 sko hlutvarslega að minnstakosti og í mörgum tilvikum líka bara sem sagt PNL-ið múin að gera miklu betra mót en ég skilurðu og ég leiði mér nú samt að trúa því að ég viti nú alveg ágætlega mikið þennan markað sko en þetta alveg að fara að snúast við þau eru bara 2-3 ári viðbútt en þú veist þetta punkturum minn að ég held að með alla markað ég held að þetta er samó með hlutabrifin skilurðu, þú veist þetta er bara eitthvað dúti sem er búin að vera að spara mánaðlega S&P 500 í 20 ár það eru yfirgnefndi líkur hans sem er búin að outperforma alla sjóðstjóra á Wall Street þú veist, þetta er bara ég veit ekki hvernig maður á að
svona skilja þetta nákvæmlega eða hérna orða það. Ég er ekki að segja, ég er ekki að gera lítið úr því að halda því fram að þessi sjóðstjórar á Wall Street viti ekki hvað er að gera eða það að ég og þú vitum ekki hvað erum að gera í okkar fjárfestingum. Það virðist bara vera einhvers konar lögmál með þessa markaði að þeir verðlauna númer 1, 2 og 3 þolinmæði og þrautsegju og eitthvað veginn svona svolítið mikið bara eina átt í viðskiptum. Þú veist, maður sér það bara svolítið bara þeir sem kaupa bara, auðvitað ertu með eitthvað dæmi það er til dæmi, þeir eru mjög fá að liðið sem var að kaupa mikið 2020 selur hátt 2021 kemur svo aftur 2022 er jafnvel búin að vera að selja eitthvað núna. En þessi dæmi eru bara svo gríðarlega fá að það ætla að reyna að kopja þessu og ég vil meira sem er fullir virðingu að þetta er frábært í fólkinu sem hefur náð að gera þetta og bara til hamingju. Ég ætla samt að fá að segja með engu dissi á þetta fólk að ég trú ekki að þetta sé samt líka smá hefni. Já, Ég leifum bara að segja það. En það þarf miklu meiri hefni núna, menna, þú veist, við bara rifið eitt upp, sko, að þarna, manst þetta síðasta bullmarket, þá keypti ég Polygon Matic Ég vissi að það var að segja og 100x að það. Einmitt. Ég hef örugglega ekki náða 10x að neitt sem að ég hef farið inn í núna. Þú hefur ekki náða 2x að neitt. 2x að neitt. Og sem að sýnir rauninni hvað þetta var, þú veist, ég er nú ekki að segja þetta bara til að minna þið á þetta 100x, en til að sýna rauninni hvað þetta var auðvelt þá. Að ég man að þú spurði mig, af hverju fórstu inn í þetta? Ég sagði, var það ekki þú sem ráðlaði mér það? Nei, ég vissi ekki það þessu. Ég er bara ekki hugmynd það. Já. Nei, þetta er alveg rétt. Það er miklu erfiðara. Já, sko, ég er búin að gera upp í sjálf mig að ég að tala við vinn minn á leiðninga og við vorum sammála það er svo mikið af einhvern gríðarlega jákvæðum áhrifaþáttum sem einhvern hangi yfir markaðnum en bara fávirðast vera enga athygli. Við ætlum nú að fjalla nokkra í þessum þætti núna og þú veist, ég nenni bara ekki að vera fastur í marga mánuði í ástandi þar sem ég er bara eitt stór spurningamerki og er frústreraður, þannig að ég ætla bara að einbeita mér að því að tilengja mér æðruleysi gagnvart markaðnum, hann gerir bara sem hann er að fara að gera og eina sem ég ætla að beina athygli minni að er einfaldlega bara að fjalla það sem mér finnst vera mikilvægast og jújú, þetta munum alltaf eitthvað leiti vera að velta fyrir okkur, einhver leiti vera að velta fyrir okkur hérna hvert höldum við að sé að fara og svo framvegis á næstu vikur, næstu mánuðum en ég finn það svona, sérstaklega þessi síðustu mánuður eru svolítið búin að vera óþarlega krefjandi andlega bara út af þessum vonbrigðum sem maður er vonbrigðum og skilningsleysi og ekki hefur að skána þegar maður hefur verið að sækja sér efni til allra þar sem þú annarkvort færð heiðarlegt heiðarlega framsetningu efnis sem er á þá leið bara ég skildi ekki, þú veist eða þú ert með gauran eins og Tom Lee og þess að kalla sem er bara, nei, við erum að fara að sjá hérna 200, ok, það gerir kannski ekki í desember en í janúar 150-200 Bitcoin og maður er bara, ég var að hlusta á Tom Lee, fyrst og minnist á hann áðan og hann sagði Bitcoin er að fara í 250 innan nokkra mánuða þetta er ekki það verst hann er alveg, maður hugsa bara er hann farin, sko, því að þú veist, eins og kannski ef hlustundir veit ekki þá, þú veist Tom Lee yfir stjórnarformaður Bitmain sem er stærsti kaupandi af Ethereum hann segir sko og ef við erum eitthvað svipað með þú veist hvað Ethereum að þá taka þá fer það allan í 12.000 ef það er eitthvað svipað 2021 þá fer það 22.000 en svona miðað við hvað Ethereum er að fara að taka yfir fjármálakerfi þá fyrir við 64.000 þegar Bitcoin fer í 250 og þetta á að gerast bara innan nokkura mánaða segir hann já, innan nokkura mánaða þú veist sko ég held eiginlega svona sorglegast að ég sé að þú veist ég held raunverulega að hann trúi þessu já, sorglegast ég veit líka að hann var eitt virtasti hann er bara búin að eyðileggja sig þú veist, það eru ömulegt af eitthvað veginn þú veist, að ég get alveg viðkjönd það að þú veist, fyrir ári síðan desember 24
ég get mjög öll að sé fyrir mig $250,000 Bitcoin í desember, og ég skamast mér ekki neitt fyrir það sko, og þú veist $15,000 í Ethereum, hvað er $1,000 Solana, ég var að sjá þetta allt gerast, þú veist, á einhverjum tímúti verður að láta raunveruleikann synka inn, ég veit að það er ekki gaman, það er svona, já, það er bara leiðilegt að kyngja því, en þú verður að gera það. Maður er farin að hlusta á Tom Lee ekki sem góðan greinenda heldur sem skemmtiefni. Já, sem mér finnst það í raun og veru of sorglegt til að geta skemmt mér yfir því, sko. En þú veist ekki með en sjáum til, hver veit hvað gerist, það við vitum nú eitt, þetta getur verið fljótt að breytast, en bara sorry, ég get fullir það hér og nú að Ethereum ekki að fara í $60,000 á næsta ári. Nei, ég held ekki að við tekið undir það líka, sko. Ekki fræðilegur möguleiki. Og Bitcoin ekki verið $250,000 á næstu mánuðum. Gæti það gerst á næsta ári, þú veist, það er hættilegt að segja aldrei, sko, því að við sé að þetta gerast fljótt, sko, en það gerist ekki á næstu mánuðum. Ég get algjörlega fullir það. Það er ekki fræðilegur að segja að það gerast á fyrsta ársfjórðungi. Þú veist, ég er meira að hugsa mitt bara, þú veist, ég nenni ekki að ég lofa sjálfum mér, ég ætla ekki að vera neitt spenntur yfir neittni verðþróun fyrir en Bitcoin fer yfir hæstu hæðir, $126,300 hvað er. Ég gæti alveg sé að gerast í fyrsta eða öðrum ársfjórðungi 26. Ástæður ég segi þetta er að ég fann það meira bara núna þegar við tókum þetta smá rally hérna í 94.000, þú veist, við erum að síga aðeins niður, þá var maður aðeins byrja að finna þetta hjá fólki, svolítið bara herðu, já, þú veist, og við fjallum í Vanguard frétt, þetta eru tvær stórar fréttir, myndi ég segja þessu lagarbeð, það er Vanguard og svo MicroStrategy, annars vegar, önnur mjög jákvæð, hinn neikvæð, en ég held reyndar að hún, súr hæðslega ekki verið auka stiðjast, við förum betur yfir það. Já. En árum fyrir mig það, ætlum bara að segja, þá var ég strax farin að finna fyrir þessu spenningi hjá okkur. Og ég var bara svona, þú veist, ég nenni ekki að vera í þessu jójói, bara eitthvað, er þetta núna að fara að taka við sér, og ég hugsa bara, við erum ennþá samt í ömurlegu verði, skilur, 94.000, bara með fullir virðingu, skilur, Solana í 140 og hvað, þú veist, þetta er bara... Og fyrir ekki, þó að fara upp, þú veist, síðan við tókum við þáttinn síðast, já. Þá kom rosa dropp. Já, alveg, einmitt. Og ég veit ekki endilega hvaða dropp það er. Það var þetta strategy, það var klára strategy. Það getur verið það getur líka, sumir segja líka þetta cash and carry trade. Já, það spilaði inn í líka, við fjöldum aðeins það, en þetta var aðalega strategy fætið, sko, 100%. En þú veist, og svo fórum við upp aftur, og við fórum inn á það hvað það var. Og þá kom Vanguard, sko, einmitt. Og svo fórum við bara í gær, byrjuðum að fara í gær niður aftur. Þannig að þú veist, það er svo erfitt að vera of í ákvæður uppi, að við vitum bara daginn eftir er ákveðna líkur að fara niður aftur. Ég ætla bara gangsland að segja, eina sem ég er að horfa núna er þessi botn að fara að halda? Ég vil það. Ég vil ekki sjá þetta að fara neðan en 80.600 af því að það gerir það sem er mjög líklega 78.000 falli. Þannig ég vil að þessi botn haldi og svo er ég bara að horfa á 126.300. Þú veist, ég nenni ekki eins og jafnlega þetta fyrir 115 í janúar eða hvað ég nenni ekki að vera eitthvað spenntur í því. Bara, þú veist, þetta bara að því að þú veist, þá lendur í því eins og ég sé gerast og ég verið sjálfur í að bara þú ert í ykkur svona jójó ástandi bara spenna vombrið ég bara nenni því ekki ég nenni ekki að gera andlegri heilsu minni þannig ég horfa á þessar tvær tölur 80.600 og 126.300 en ok, þú mátt vera í þessu jójó ef þú vilt það en við ætlum að fjalla þessar stóru fréttir. Og einmitt, ég held að sé nættakast að við byrjum á FUD-inu. FUD stendur fyrir Fear, Uncertainty and Doubt. Og það gerist að framkvæmdastjórinn hjá Strategy, sem er ekki Michael Saylor lengur, hann var lengst sitjandi framkvæmdastjóri á Nasdaq í 27 ár en sagði það sér fyrir einhverjum 2 árum eða hvað svoleiðis. Ég man ekki hvað við komandi heitir núna, en hann allavega gefur út. Hann heitir eitthvað svipuðu nafn á Tom Lee. Ok. Hann heitir eitthvað Lee. Ok, og en hann segir allavega, sem var alveg sláandi, ég veit ekki ég var bara eitthvað keyri vinna og sé bara, hann segir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, þá gæti Strategy þurft að selja eitthvað af Bitcoinu sínu.
Já, og markaðurinn náttúrulega bara keiris niður. Gott hann sagði ekki og ég myndi alveg sjá það sem svona starffræði hugsandi maður eða eitthvað svona, þú veist. Já. Þú veist það. Já, mér þú veist, og bara setjum þetta í samingi, Michael Saylor frægustu setningarnar er eitthvað þetta bara never sell your Bitcoin. Einmitt. Við munum aldrei selja. Þannig að hann er bara búin að fullera það fyrirvaralaust, ítrekað í gegnum 5 ár. Við munum aldrei selja Bitcoin okkar. Já. Og meðan Emma búin að vera alltaf spurning mig og hvernig getið þið, að ég skildi vel þegar hann átti $600 million tekjuafgang, hann setur það í Bitcoin og segir ég mun aldrei selja þetta og ég get alveg skilið það, en hvernig kaupir þið fyrir $60 million sem eiginlega allt fjármagnað með lánum, skuldabrjóða útgáfu og hlutafjárökningu og segist aldrei fyrir að selja það. Og förum aðeins í það líka aðeins betur og eftir. Þú veist, ég man ekki alveg svona einhvern veginn röðin á þessu, af því að þú veist þarna, þetta eitthvað svona búið að vera eitthvað í gangi á undan, það var þetta að MicroStrategy færi ekki inn í neina indexi, það teknir út úr indexum, JP Morgan búin að vera svolítið með svona keir upp það född. Já, og þeir eru búin að vera, þú veist, gagnrýna Atkins, þeir eru búin að vera að gagnrýna Strategy, þeir eru búin að vera að gagnrýna Paul Atkins hjá SEC. Já, ég man ekki hver gagnrýni en þú veist, það svona, menn segja sko, nú JP Morgan og TradFi farið að stað að berjast við krypto. Ok, en samt skrítið, ég meina út með Vanguard sem við fjallum á eftir, en ok, er þetta ekki bara, að ég er upplæðan, þetta er bara JP Morgan. Þetta er ekki JP Morgan og TradFi, þetta er bara JP Morgan. Já, og þú veist, þetta er það sem gerist undan, svo kemur þetta og ég man ekki hvernig staðan var á þessu okkur þegar hann segir þetta, en sko, hann segir líka að þetta væri alveg líklegt þegar við færum undir þetta eitt NAV sem rauninni þegar verðmæti fyrirtækisins minna heldur en Bitcoin-eignið þeirra og það fór undir það sko. Þannig að þú veist, það var nánast ok, það komið að því einhvern veginn svona umræða sko. En sko, svo samt ég sé bara markaðin í svona nánast frjálsufalla, því vorum komnir yfir 90.000 og fórum hann undir fórum í 82 eða eitthvað svoleiðis í þessu. Já, ég veit ekki hvort að hann hafi séð eftir þessu eða Michael Saylor stjórnarformaðurinn tala við hann, að því svo sá ég annað viðtala við hann í kjölfarið og þá svona aðeins öðru sér hljóði á honum, þá fór hann að tala um að þeir væri alveg byrjar að skoða möguleikan á því að lána Bitcoini sitt og vera með eitthvað svona starfsemi kringum þetta til að hafa einhverja tekjur af Bitcoininu sinu sko. Þannig að þar hann byrjar að svolítið svona aðeins að draga úr eitthvað svona neikvæðan og koma eitthvað í jákvæðni því þú veist, ég ætla að leiða mér að segja við höfum talað um MicroStrategy, þú hefur sagt hérna að þú veist, þetta ekki komið gott þeir eiga núna 650.000 Bitcoin ok, þeir kannski fóru að haga sér aðeins meira núna eins og hérna kannski fyrirtæki sem fjárfestingur og svona, að þeir þú veist að Michael Saylor hefur alltaf svona helgar pósta þarna appelsingulum punktum sem þýðir, ég að tilkynna á mánudaginn að við höfum keypt sko, svo póstar hann grænum punkti og allir var að pæla hvað hann að segja og þá kemur þessi frétt að þeir hafa verið að setja 1,44 milljarða dollara í kass í sem svona forða varasjóð sem á að duga fyrir duga fyrir afborgunum af þessum lánum já, því þú veist þá fór maður samt að skoða þetta þú veist ég ætla ekki að segja að Strategy sé Ponzi en þú veist en ef við samt pælum aðeins í þessu hvernig hefur hann gert þetta þá veist hann byrjaði með hlutabrjöfaukningu svo fór hann að gera hvert og fætur öðru nýja tegundar skuldabrjöf fyrst var skuldabrjöf fyrst var svona hægt að færa yfir í hlutabrjöf síðan fór að vera bara með vexti 8-11% vexti ok, þetta gengur alveg upp ef að það heldur áfram að Bitcoin heldur áfram að hækka hann segir 1,4% ári þá gengur þetta upp sko en sko ef Bitcoin hækkar 1,4% ári þá gengur þetta upp wow. en hugsaðu þetta þú veist hann gefur út skuldabrjöf við kannski segjum 8% vöxtum kaupir Bitcoin svo gefur hann út ný skuldabrjöf til að kaupa meiri Bitcoin til að borga
líka og til að borga vextina af þessu, að því rauninni MicroStrategy, ég held að þeir sé ekki að þeir eru ekki í tekjum af þessum core business sínum, ef við getum kallað lengur core business. Einmitt, að því að núna náttúrulega þetta líka bara, þú ert ennþá, er þetta ekki annað, það til fyrirtæki núna, þetta gamla fyrirtæki sem heitir MicroStrategy, bjóðan ekki til nýtt sem strategy. Nei, hann reneimaði bara brandaði en hagnaðar að því fyrirtæki dugur ekki til að borga fyrir þetta. Þú veist, þetta líkist þessu Ponzi hugmyndafræði sem rauninni að þú bara nærði nýtt fjármagn til að halda þessu gangandi. Þannig að þú veist, munurinn þó sá sem alveg heilmikið þessu, þú ert að kaupa undirliggjandi eign sem þú trúir að sé að fara að hækka, skilurðu. Basically ef Bitcoin, þetta virkar raunin hann, ég gæti komast upp með að vera að taka lán, kaupa Bitcoin og ef Bitcoin bara hækkar, þá ég alveg í góðum málum, en ef það gerir það ekki, þá gengur það með ekki upp. Þetta er bara, þú veist, þetta er orðið svo mikið. Þetta kom út í algjört rugl. Hvað ef hann í bílslys og morgun og einhver nýri taka við sem hafa ekkert áhuga á þessu? Sko, þetta kom út í algjört rugl og hefur verið fyrir lönguvinns mér. Þetta byrjaði fannst mér mjög cool og nú hann einhvern bara komið allt of stórt og yfirþyrmandi presens og ég held að þetta sé að einhver leyti skýringin af hverju svona, það ekki enn meiri einhver veginn, þetta hefur ekki enn meira aðdráttarafl en þetta hefur, að þú bara með svo risa player sem, þú veist, ég held að markaðurinn átti sér alveg á, það getur alveg farið úrskeiðis og hann forslikvidetast með allt klappið en, þetta svona áhygjunar. Tölum samt þá staðarinn. Hann með eitthvað tæplega, 2 miljardar $, þú segir 1,44 í kassbalans. Það skils mér engin stóri gjalddagar fyrir en 2027. Hann verandi með þetta kass sem hann núna með, hann örugur næstu 2 árin bara easy, sko. En þá kemur þetta alltaf en hvað með þá tíman eftir það, sko. En þar kemur bara þessu, sem ég verið að hugsa það lengi með mér. Ég get svo svarið það. Ég be careful what you wish for, vissulega, en ég ætla bara að segja hvað ég verið að hugsa. Að maður búin að vera að díla við það, alltaf þessar fréttir strategy, seilur að kaupa, hvað hann fjármagna mikið, getur hann liquidatast og svo framvegis. Hvernig væri bara, eða myndi bara verða mass liquidation hjá honum? Og ég minn Bitcoin myndi fara niður í 30k eða kannski undir, ég veit það ekki, skilurðu. En fyrir mitt leiti, það væri engin ástæð til að panika því að það væri svo rosalega augljós skýring á hvað var að valda þessu. Það væri hægt að stakka upp Bitcoin á algjöru gjafaverði og þessi áhættu þáttur einhver veginn, hann væri bara úr sögunni, sko. Þannig ég sé þetta ekki sem neitt fundamental áhættu þátt. Þetta auðvitað bara líka bara sjálfsfræði, þetta kemur alltaf þegar markaðurinn niður svona, þú veist, svo lítur hún út eins og snillingur þegar þetta að hækka. Þú veist, það kom líka alltaf reglulega í bear market á sín tíma, hvað ef að Sakamoto mæti allt inn á svæðu og fara að selja þessi miljón. Sakamoto. Einmitt Satoshi Nakamoto. Einmitt. Bara stytta það. En það hefur mér alltaf fundist vera hlægilegt, sko, því það augljóst mál að sá maður ekki með, hann líklega dáinn og hann sannarlega ekki með líklana að þessu eski, sko. Nei, en svo, þú veist, þetta ekki líka bara, þú veist, þú veit, einhver öfl í gangi sem að líka reyna að hafa áhrif á markaðin. Já. Þú veist, ég veit ekki hvort að ég hljóma alltaf eins og einhver samsæri. Nei, ég meina það alveg augljóst held ég að það alltaf í gangi og þú veist, mín trú og svona trú held ég flestra okkar Bitcoinera er að tæknin sigrar alltaf. Þú veist, öflin geta haldið einhverju mörkuðum niðri alveg lengi, sko, en tæknin sigrar alltaf að endingu. Það bara sem mangi sagan kennur okkur, sko. Tæknin sigrar alltaf, þú getur ekki manipulerað einhverjar niðurstöður gegn tækni með varanlegum hætti, sko. En þú getur gert það í 4 mörg ár, ekki spurning. En sko þetta var svona neikvæða fréttin sem klárlega var skýringin fyrir þessu miklu lækkunum sem gerist eftir að við náðum að koma okkur aftur upp í hvað 92 eða hvað var. En svo kemur ein frétt sem ég ætlaði að segja risavaksin jákvæðafrétt, hefur ekki farið mikið fyrir henni, finnst mér. Það hann Vanguard, næst stærsta eignastýringahús í heimi á eftir BlackRock. BlackRock, já. Og til að fólk átti sig á, sko, hlutullónum,
að BlackRock með eitthvað rúmlega 13 trilljón dollara eignir í stýringu og Vanguard með það byrja 11. Já. Þannig að þetta basically sama stærðagráða á þessum eignastýringahúsum og þegar BlackRock kemur inn í þetta í rauninni 23 þá var mjög fljótlega ljóst að Vanguard sagði bara við viljum ekki snerta þetta. Já, ég meina þeir bara komið í viðtöl og sögðu bara það ekkert á bakvið þetta, allar þessar og við erum ekki að vera að bjóða okkar viðskiptavinum sem fyrir að fyrsta bara staðrendalega rámt sko að segja að þetta gefið því að hvernig ætlar að segja Solana eða Ethereum með þetta gefið ekki yield sko en ok, já. Það er annað. Það sem að gerist þetta sko í febrúar held ég er að hann hættir forstjórinn þeirra og inn kemur nýr forstjóri og þeir eru vanir að taka inn forstjóra sem er í Vanguard fyrir þeir taka mannanafni Salih Ramji sem kemur rauninni frá BlackRock. Já, ok. Og það tengdist ekki þessu æsér, þannig að maður velti fyrir sér sko, ég veit ekkert það, en þú veist, áttu sér þeir á því að þarna var eitthvað svona kaská sem að BlackRock var að taka við klúbi bara tókun ranga ákvörðun. Nú þurfum við nýja stefnu hérna. En þú veist, ég veit ekki. Nei, þú veist, eitthvað er það, en þetta er risavaxin frétt, ég þú komið með Vanguard, þú með BlackRock og hvað var núna, svo Bank of America voru að stíga fram og segja að þeir mæla með 1-4% útlutun í kryptó í sínu eignarsafni. Já, sko, við byrjum bara svona aðeins með Vanguard. Vanguard sem opna fyrir trading á kaupallarsjóðum, þar sem þeir eru að gera öðru sem heldur hinir kaupallarsjóðum, Fidelity, BlackRock og að þeir eru ekki að stofna sín eigin kaupallarsjóð. Nei, þeir eru að bjóða að kaupa í BlackRock, Fidelity og svo framvegis. Já, og þeir hljóta koma svo með þegar framlega stundir sína eigin í DeFi-en. Já, og þeir segja þú veist Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, ekkert meme-coin í þarna kaupallarsjóði. Já. En þú veist, það er samt þetta. Taka Bitcoin, ETH, Solana, XRP. Já, það er alveg það sem ég segja núna, sko. Já. Og þú veist, og þetta er þetta ris, og þú veist, og eitt í þessu, bara, þú veist, fyrir utan þess að, þú veist, þetta staðreynd, þetta er risafrétt, eins og þú segir. Já. En líka, þú veist, eitt sem mér fannst mögulega, þú veist, jákvæmt, við erum búin að töluða myndi síðasta þetta, að við erum svona típiskur svona bear market dæmi, það sem að neikvæða fréttir hafa áhrif jákvæðar ekki. En sko, þegar þessi frétt kemur út, á næstu 24 tímum hækkaði Bitcoinin 7%. Já, einmitt. Þannig að það voru hérna jákvæðar. Þegar ég meina, come on, þú getur ekki hunsa hvað þetta er stórt. Nei, þetta er risavaxið. Já. Þú veist, líklega ekki hægt að segja þetta sé jafn stórt og BlackRock að tveimur ástæðum. Númer 1, BlackRock er aðeins þar, en líka bara BlackRock þar var svona, stefnubreiting hjá bara TradFi in general, það er að segja stefnubreiting hjá hefðbundna fjármálageiranum í heild sinni. Vanguard, hann ertu með risavaxin leikmann á þessu markaði sem snýst hugur og skiptir um stefnu sem er risavaxið, en ég myndi samt segja að BlackRock markir svona stærri, að BlackRock sko viðsnúningurinn, þú veist, það er eitthvað sem við munum tala skilur eftir 20 ár, sko, þegar við erum að stúdera kryptó bara 20 ár aftur í tíman, sko, það var alveg stefnumarkandi atburður. Ég seti þetta ekki í sömu kategóriu, en þetta er samt gríðalega stórt. Og það er athyglisvert, sko, rauninni, sko, áður en Bitcoin kemur með kaupallarsjóð, þá rauninni 2022, þá eru við með eitthvað svona afmarkaða fasta kúnna sem fá að fjárfesta í Bitcoin, fór ekkert fyrir því eiginlega, sko, svona eitthvað private fund. Þeir gerðu það 22 þegar Bitcoin var í lægstu lægðum. Núna kemur Vanguard með þetta, ekki þegar Bitcoin er 125, þeir eru 82. Já, mjög áhugavert. Þannig að þú veist, mjög áhugavert. Ég veit ekki hvað maður getur lesið eða hvort þeir reyna að fara inn án þess að það keyri upp verði of mikið. BlackRock gerir þetta mörguleiti svipað, skilur. Það fyrir að fara með kaupallarsjóð. Já, þeir tilkynum að þegar Bitcoin er 23K eða 24-5K, eitthvað svoleiðis, júní 23. Já. Þú veist, það var alveg mjög svona glata ástand á markanum. Það var aðeins skárra heldur en svæsnasti bjarnamarkaðurinn hérna, þú veist, haustið 2002.
þetta var svona byrjun sumars 23, þetta var aðeins byrja að lifna við, en samt var alveg mjög súr stemning. Þetta svona nánast eins og við ætlum að koma með þetta núna að því að markarinn ekkert að bregðast við ákvæðum fréttum, við viljum ekki allir fara frontur á okkur. Nei, bara í alveg tala, því að þú veist, getur þú ímyndaðir ef BlackRock hefði tilkynnt þetta þegar Bitcoin var í 69 í nóvember 21. Ég ekki grínast Bitcoin hefði flóið í 150k overnight, no joke. Þegar stemningi var þannig á markanum, allur heimurinn hefði bara hringsnúist þetta. Núna þetta bara þannig, ég meina, ég ekki að grínast það gæti komið frétt í þessu ástandi þar sem bara við vorum loks að keyra þetta frumvarp sem því Loomis í gegn, bara það búið að staðfesta þetta og þetta bara fórst neðar frá undrið þetta Bandaríkin ætla að kaupa 200 Bitcoin á ári næstu 5 ár og þú myndir hækka 10-15% eða eitthvað, en þú veist, fólk fattar ekki þetta ætti að setja Bitcoin í $500 bara þetta sami sko. En þá kemur það líka þetta inn á, ég staldra við fjöllum að sem Linna Alden fyrir einhverjum 2 þáttum eða hvort það var í síðast þetta rennur allt í eitt hjá mér en þar sem sko hún eitthvað leita svona gaggrína og ég er búin að staldra svolítið við þetta að, sko mér finnst hún geggjuð, hún er ótrúlega klár en þú tókst eftir því að því við hlustuðum báðar á þetta að hún var svona gaggrína viðhorfið hjá fjárfestum á markanum, hjá þessum bitcoinerum, bara hjá mér og þér að við vorum svo mikið að pæli hverju að kaupa, þú veist að BlackRock séu komnir í þetta og mögulega séu þjóðarsjóðir komnir í þetta og hún sagði þegar ég verið svo hrifin af þessum fundamental eiginleikum sem við erum, þú veist, það er ástæðan fyrir að maður var svona hugfangin að þessu fyrirbæri til að byrja með þú veist, ég sætti mig ekki alveg við það að þú veist hvað ég segja, að það sé eitthvað aðfinnslu verð nálgun hjá mér að vera að pæla, auðvitað pæli í því þessi að fara að kaupa, eru BlackRock að fara að koma með, því nú er þessi Vanguard rísa frétt og hvað ég segi við, nei Björn, við hefum ekki að pæli því hverjir að fara að kaupa það er alveg sama hversu fundamental flott eitthvað þú veist, við tölum þessa dreifstýringu og við tölum þetta sjaldgæfni og alla þessa eiginleika sem Bitcoin hefur sem gera verkum að það er góðu peningur það breytir engu, þú myndi alltaf þurfa að fá innflæði fjármagns til að keyra einhverja eign upp sko. Þannig að mér finnst líka önnur ástæða fyrir því að maður svona verður í ákvæðar að heyra þetta, ekki bara því að verði keyra upp, heldur líka bara ef þú er búin að vera eitthvað tíma í Bitcoin til dæmis hvað ertu þá búin að taka mikið af samtölum þar sem að fólk kemst að það í Bitcoin og sem fyrir að taka umræðan túlípanæði, píramítasvind og allt þetta þú veist, þá þetta þá finnur líka bara að þetta hlýtur að vera viðurkenning fyrst að þessir helstu sérfræðingar farin að mæla með þessu sko. Einmitt og ekki spurning en þú veist mér finnst það eitthvað að vera svona bera svona keima sko, eftir á skýringum þegar markarinn er ekki búin að spilast út eins og þú varst búin að spá fyrir þú veist þetta fólk skilur greinundinir og þá er eitthvað að vera að kenna þú veist okkur þáttakendunum að það við farið svona af því að við vorum svo mikið að pæli að BlackRock væri að fara að kaupa og gera okkur vonir ríkissjóð Bandaríkjanna ætla að fara að kaupa Bitcoin og þetta og maður er bara svona eitthvað veginn nei, veistu, ég kvitt ekki upp á þetta því að auðvitað á þetta geta farið og bara auðvitað fer þetta saman að þú veist þú þarft að vera ég fæ að sletta fundamentally sound grundvallar atriðin þurfa að vera góð í undirliggjandi eign sem er Bitcoin þau eru það þá þarf alltaf hitt að fylgja að innflæði fjármagns þarf að koma og þú veist það bara, þetta er alveg eins og með internet ég get alveg tala endalaust hvað internetið er mikil snildar tækni árið 1980 það breyti því ekki að ef fólk neitar að tileinka sér það þá verður ekki til neina Amazon og Google og þetta og auðvitað hlýtur ykkur að mega fara að pæli því, ég er búin að geta mér til eða kynna mér það er að fara að koma milljarður fólk í Asíu milljarður manns í Asíu sem á tilengans internetu og það eru að fara 200 miljónir í Bandaríkjunum að gera
og svo segir ykkur, nei, þú ert ekkert að vera að pæla í því þú ert bara að vera að pæla í hvað grundvallaratriði internettæknar eru góð sko, bara nei, heyrðu, ég fellst ekki á þetta fattar hvað er að fara, þannig að hún laði svo mikla áherslu á þetta og þá samkvæmt henni, þá ætti maður að vera að segja bara að við erum ekkert að tala að hérna Vanguard sé að fara að koma inn í þetta að það breyti grundvallaratriði Bitcoiningin eitt sko, auðvitað skiptir þetta máli. Já, en það sem ég hugsa líka með Vanguard, menn það sem gerir þetta líka bara, þetta er bara stórt þetta að þeir séu komin inn í þetta, líka bara svona áhrifin hvað eru orðin sterk, rauninni að þegar allir sjóðirnir fara að koma á sinni tíma, þannig að þegar BlackRock og Fidelity og allir þessi sjóður komið í kjölfarið, að þá rauninni Vanguard að segja við ætlum aldrei inn í þetta, við leifum ekki okkar viðskiptavörnum að fjárfesta í þessu rauninni, sko. Og þá kemur svona rosa pressa, það er rosa mikið á Twitter bara taktu peningana frá Vanguard, færðu yfir eitthvað annað, þeir eru bara gamaldags einhvern veginn sko og núna þeir eru ekki að segja Bitcoin í framtíð peningakerfisins, þeir segja bara þetta er eitthvað sem við getum ekki hort framhjá sem mögulega fjárfestingu, þetta er ekki core fjárfesting því að sveifla svo mikið en þú veist, við þurfum að hafa þetta sem möguleika. Já, einmitt sko þannig að þú veist, það er lítið finnst manni lítið eftir af einhverju mótstöður sko, þú veist, þú ert með JP Morgan að sprikla eitthvað en ég meina allt bandaríska stjórnkerfi eins og að leggur sig er pro-krypto og helstu þáttakendur þó myndi bara þessa tvo, BlackRock og Vanguard, við getum nefnt miklu fleiri eins og við vorum hana með Bank of America og vilt fjallum það ég veit ekki hverju stórt en þeir eru samt risavaxin banki. Bank of America er bara líka bara mjög stórt, ég man ekki hvað. Og þeir að vera alveg svona frekar skeptískir á kryptó, þannig að þetta er líka alveg stórt að þeir séu konur í þetta. Já, og þeir eru ekki bara að segja að þeir ætla að fara að ráðleggja viðskiptavörnum sinum að kaupa, þeir eru líka að segja sko við ætlum að ráðleggja 1-4%, þannig að þeir setja okkur tölur og það er það sem við verum að sjá, það verum að sjá 1-8% sem þeir segja í kryptó, ekki Bitcoin. Þannig að þú veist, þeir segja ekkit eitthvað nánar það, sko, og þeir eru þetta komu upp, þetta kannski kemur minna óvart þannig séð, í 2021 þá eru þeir með eitthvað svona deild, svona rafmynda rannsóknardeild sem var að greina markaðin og gefa út skýrslur og eitthvað svona, en svo núna ætla þeir að fara að láta fjármálaráðgjafanir sinna bjóða upp á þetta. Og mæla með. Já, mæla með 1-4. Það er náttúrulega mjög stórt sko. En ef þetta bara, þú veist, saman þetta bæði, við setjum þetta í samt svona, fyrir maður sinni á jörðin, þetta er frábært og þetta mun skila sér, en bara eins og var talað líka bara þegar hinni sjóðunni komin, þetta kerfi virkar ekki hratt. Nei. Þú veist, þú ert með eitthvað sjóð sem að Bank of America er með, þú fundar með þeim einu sinni á hverjum ársfjórðingi, fjármálaráðgjafarnir þeirra, ég heyrði einhvern veginn að þeir setja 5 klukkutíma á viku að veita fjármálaráðgjafar rauninni beina. Ef við segjum að það sé eitthvað 1-2% af kryptó, þá er það 8 mínútur í hverju spjalli eða eitthvað svoleið sko. Þannig að þú veist, þetta keyrðu upp þetta með Vanguard, en það er þetta bara svona út frá fréttinni, það tekur tíma með þetta eins og annað, þetta byrjar að vera virt og menn fara og svo spurningar hvað þessi fjármálaráðgjafar vita hennan heim sko. Já, einmitt. Nei, þú veist, ég meina, þú veist, eins og það blasir mér að eitthvað veginn útlitið er áfram mjög gott fyrir kryptó. Ég kaupi ekki ég endar klikka á að hlusta á vídeo sem þú sendir mér. Ég ætlaði að ná því en ég klikkaði á því en ég sé eitthvað ekkert í kortónum sem kallar á okkur bjarnamarkað á næsta ári sko. Ég ætla bara að fá að leiða mér að segja ég neita einfallega að trúa því sko. Eina sem ég finnst sem ég er að vonast til er að þessi 80.000 og $600 target að það haldi, ég vil alls ekki sjá þetta fara undir það
en þú veist, svo þetta bara það þarf bara einhverja mánuða lull í þessu ástandi og svo förum við að stað aftur það bara þannig. Þetta svara því hvort að við séum í bjarnamarkaði ekki, hvort að við verðum það næsta ári þetta, jú, ég meina eins og við höfum sagt, þú veist, 4 ára hringrás út frá Hálfing myndi segja það, sko en ef við förum inn í þetta business cycle, þá þetta sem ég sendi rauninni, talar rauninni þetta PMI, Producer Management Index, sem eitthvað svona athugun á bæði service, þjónustuðinaðunum og framleiðsluðinaðunum hann eitthvað staðar á bilinu 48 til 52 eftir hvor þú ert að mæla það hefur í sögunni alltaf þegar hann fer yfir 55 að þá erum við alltaf í bull market og þetta sé mörgulítið kannski meiri indikator, við bara hist þannig á þessi business cycle og þessi PMI indikator hefur hingað til verið í svona 4 ára hringrás. Það þetta margt í 4 ára hringrás. Heimsmeistarakeppni í fótbolta í 4 ára hringrás og ólympíuleikarnir og eitthvað svona. En og það sem kannski áhugavert, það svo margt annað sem bendir til þess að sé öðru sig. Að þú við tökum síðast ár sem ætti að vera út frá business cycle-una upp einhvern veginn, út frá þeirri 4 ára hringrás. Þá hefði kopar átt að vera upp og gull niður. Nei, já. En það var akkurat öfugt. En ég skil vel með fullu virðingu að margir sem hlusta á það hann fá bara þetta pseudoscience. Þetta allt pseudoscience, einhver svona 4 ára hringrás. Ég ekki að segja að ég hallast það í, ég bara að segja það svo mikið fjallað alltaf allskins 4 year cycles. En svo horfum bara að marka þeir gera virðist vera oft bara eitthvað, sko. En þá maður þá spyrja þig, ok, ég bara skal viðurkenna það að bara að sem ég á erfiðast með þetta að, þú veist, sem ég sagði síðast, af hverju menna allir að tala um þetta núna, þetta eru rosa sérfræðingar sem bara verið 20 ára á markaðunum, af hverju ekki 30 ár, 40 ára, af hverju ekki búin að vera að tala um business cycle og gagnrýna Hálfing, en þú veist, og ég algjörlega búin að vera í Hálfing, en þú pælir samt í því, hvort heldurðu að þessu stóru fjárfestar þarna úti sem að kaupa í kaupallasjóðum, hvort heldurðu að þeir hugsi hvenær þeir að kaupa út frá hvenær Hálfing á sér stað eða út frá hvenær peningamagni umferð eykst? Já, svarar augljóslega hvenær peningamagni umferð eykst. Eina sem kannski counter það að þeir eru náttúrulega að kynna sér kryptódaldið og þá reka sér fljótt á þetta Hálfing koncept, sko, en augljóslega svarið hvenær peningamagni umferð eykst, sko. Og mögulega vitum við ekkit hvort það þetta kannski bara 50-50, því að þú veist, að því að í sögu Bitcoin hefur peningamagni umferð verið í algjöru sömu fyllt þessu business cycle og ok, Nei, þú ætlar að segja vantilega við bara upp pening, hvort eru við að fara að fylgja Hálfing og fara að halda áfram niður eða fara, þú veist, ef að vextir lækka í næstu viku og svo framvegis. En einmitt, ætlar ekki að segja þegar peningamagni umferð eykst, það hefur sögunni fyllt Hálfing alveg. Var það ekki búin? Já, einmitt. En svo, annað dæmi þetta sem ég var að segja, þetta eru menn sem búin að vera ykkur 30-40 ára að tala um þetta. Við erum búin að segja hérna, því við erum að hlusta á þessu menn, segja peningamagni umferð búið að vera aukast endalaust. Já, en svo ekki. Menn fara að breyka það niður. Já, svo kom samdráttur hana í þessar vikur sem við tölum um. Já, og líka, það líka Seðlabanki Bandaríkjanna var að setja $13 miljardar inn í hérna kerfi núna, þannig þeir eru aðeins byrjaðir í svona konti. En líka munur hvar peningurinn að fara. Hann að fara inn í bankana út í lánum, eða hann að fara bara beint í einhverja peningamarkasjóði eða liggja bara í bönkunum. Já, einmitt. Allt í einu þyrmir yfir mig að ég ekkert búin að fjalla líkamsræktina. Ég kunni ekki við það, sko. Ertu búin að taka eftir því? Það ekki með ráðum gert að ég hafi ekki talað um það hingað, sko. Þú varst ekki að pæla í því. Ég hugsaði þetta fyrir þáttinn, sko, hvort ég ætti að bjóða þær að tala ekki um það. Ég fór í körfubolt í gær. Já, það að bjarga þér. Og hérna, sko, það voru 2 dagar, sko, já, þú búin að mæta alla dagana og ég mætti ekkert þessa viku. Það bear market. Það sko, en það var þannig að ég hafði eiginlega engar afsakanir. Ég hafði engar afsakanir fyrstu 3 dagana. Ég hafði engar afsakanir fyrstu 3 dagana.
svo ætlaði að mæta á fimmtag og í gær og í dag. Það kom upp óvænt á fimmtudaginn, var barnastús og bílastús sem var óvænt að skýrist ekki fyrir en á fimmtudagskvöldi. Það var mér ókleift að mæta, að ég var búin að ákveða bara ég er búin að vera eitthvað svona latur, ég kem og bjarga andlitinu og geta á sagt inn á föstudaginn, ég er búin að mæta 15 á föstudag, mætti ekki, en ég fór allavega í körfu í gær. Já, ég ætla bara að segja að það er 3 sinnum lengra fyrir þig að komast í ræktina en mig, og ég hef engan nema sjálfum með að hugsa þú ert með 300 börn, þannig að ég skilði þig alveg, sko. Já, við látum, en ég ætla að gera betur, sko, ég ætla að gera betur, en þú heldur árum á frumsýningar, þetta er líka að byrja núna virkilega að finna alveg mun. Ertu duglegur að taka spaðið eftir? Þar sem ég var ágjörð þegar ég kem ekki, þá tekur ekkert, þú ferður ekki eins og í Ég er ánum svo metnaðarfullur, ég er fann að taka þú veist þarna bara klukkutíma í æfingum og svo teki klukkutíma á bretti. Já. Að ég er svo ágjörð að þú komur og dræði mig í spæði og ég gerir minna. Já. Nei, þú veist, ég verið að viðkynna, ég er bara búin að fara mjög eins og ég var. Sána og kaldi hjá mér alveg bara nöðslegu partur af æfingunni, sko. Já, ég held þetta sé bara dæmi með eitthvað svona, þegar ég fæ eitthvað þráhyggju eins og fyrir krypto á sínum tíma, þá bara... Þetta er rosalega, þú ert með þráð, þú ert mættur, bara þú ekki farið ræktin í 15 ár og þú ert ekki búin að klikka á því og þú tekur helgana líka, sem var ekki einnig partur af programmið, sko. Já. Þannig að þú veist, já. Þetta segir bara að þú það treyst á því sem ég segi krypto. Þetta er algjör, þið þrá ekki og ég gerir mér allt. Það er ótrúlega. Nei, þetta er bara gaman, sko. En bara ég vona, ég er allan að fegin að hitta þig hérna, annars kannski verðum við ekkert að hittast. Ég ætla ekki að stríða þér í dag. En ert þú með fleiri fréttir sem þið langar að fjallum? Ég langar að, þú veist, tala eitt bara, því þú veist, að þetta er svo áberandi hvað einhvern veginn þegar markaðinu fer niður og eins og bara það sé verið að reyna að keyra hann meira niður, þá finnst mér svo ábyrrandi hvað bara, því þú ert nú búin að vera lengi í þessu, þá sérðu alltaf sömu umræðna, við veist, inn í að komið þetta strategíföð, það kemur alltaf reglulega, þó að það sé kannski mest núna, það kemur, ég veit ekki hvað, oft í gegn síðan 2020 ég heyrst að Kína sé að banna Bitcoin, ég sagði bara við vorum ekki búin að banna þannig að síðast líka þeir eru alltaf að banna Bitcoin og hérna á krypto og svo er það en svo vilja þær ólmir fá þessi 120.000 Bitcoin sem bandaríkjamenn eru búin að hallega og svo velti maður fyrir sér, þú veist, er þetta raunverulega, þú veist, alltaf nýjar fréttir eða bara vera að koma fréttum að minna, þú veist, og stæðsta föttir sem kemur alltaf og ég minnst að þegar ég heyrði það fyrst ég kaupi bara USDC, þetta er að fara á hausinn og það er þetta bara núna sem að, það voru S&P downgradeaði Tether er svona stöðuleika reytingið þeirra í lowest level segja það sé meiri áhætta út frá reservið þeirra er Bitcoin og gull þú veist og svo, þú veist, meira segja menn eins og Arthur Hayes voru að segja að þeir væri ekki með 100.000 bakkað af dollarnum sko það er eitthvað svona ég skil ekki, var ekki þessi geniusaktir orðið að lögum Jú, en ég veit ekki alveg hvernig það er með USDT utan bandaríkjana hvernig það er sko en ég sá ekki betur en það væri með þeir eiga ég hef ekki ef ég tek fram þú veist, ég meina ekki að það er ekki búið á myndköpum skiluru en þú veist ég held bara að segja fyrir mitt leiti ég teka fram, ég er ekki búin eitthvað þaul rannsaka þetta ég hef ekki neinar einust áhugur nei, veistu það er líka bara þeir eiga held ég 30 miljardar ekstra sem að þeir eru að setja líka þá eitthvað Bitcoin og gull ég held að þeir hlæja að þessu sko þú veist það er búið að vera fött hjá allan tíma þú veist svo fyrirtæki er sko svoleiðis það er fyrir utan kannski bæna svo þessar stærstu kaupallir það er ekkert fyrirtæki krypto sem er að hala inn jafn miklu pening og það er sannarlega ekkert fyrirtæki sem er að þjena jafn mikið með að við sko þeir eru ekki mennum eitthvað 60 starfsmenn eða hvað það er sko ég ætla að fletta þessu þú veist að ég ætla að fletta upp hvað er JP Morgan með marga starfsmenn og hvað er
Ég held að það sé með eitthvað 60 starfsmenn eða eitthvað alveg, ég man ekki hvað það Já, það er eitthvað rosalið þegar yfirbyggingin er engin. Einmitt, og þeir eru með tekjur upp á sko miljardar Já. dollara sko á ári. Og þarna þegar ég sá þessa frétt þá segi ég bara, ok, nú er svona lestin komin að stað. Sko. Einmitt. Þetta er ekkert. Sko. Nei. En þá er þetta er engin frétt. Nei. Það er ekkert Fréttin er rauninni að það er eitthvað á baku tjöldin sem er að reyna hvort sem er út að þið vilja ná verðunni niður til að einhverjir vilja kaupa einhverju svona stórir eða bara JP Morgan áfram sem er alveg svona, JP Morgan er búin að vera bara rosa duglegur undanferðið að gagnrýna kryptómarka en þeir eru að loka á Jack Mallers fyrir að vera með kryptó eitthvað en samt eru þeir að þróa bálkakeðju og Já, einmitt, sko eins og það blasir mér við erum bara að díla við það að kryptó er ekki heitt ákveðat núna og það hefur ekki verið í ykkur mánuð og maður fær rauk fyrir því að það hefur ekki verið neitt á þessu árið að neinu ráði nema kannski aðeins í byrjun á svo aðeins í haust þegar að náði hæstu hæðum Bitcoin Já, ég ætla að skjóta fyrst inn það er talað einhvers staðar ekki alveg vita 150 til 200 manns sumir segja reynda 500 starfsmenn en það er einhvers staðar 150 til 200 líklega á meðan það er 317.000 starfsmenn hjá JP Morgan okay. og það er ekki svona mikill munur á hagnaði Nei, ég meina þú varst að nefna hana 1500 faldan mun á starfsmönnum sko. En ok, sko þú veist, við erum að fástu það að kryptó er bara ekki búið að heita á þessu ári AI-narratífið er búið að gríðarlega heitt og er búið að gleypa rosa mikið aksjón af það er búið að gleypa rosa mikið fjármagnsinflæði og við erum einfallega bara svo er allskins óróleiki búin að vera í heiminum búið að vera bara svona volatile ár í heimsmálunum mjög hvort sem Bandaríkin, Kína, Rússland og Evrópa, Miðausturlönd og bara allt sem er búið að gerast í Bandaríkjunum þú veist, þannig að þetta er eitthvað allt búið að vera að hafa áhrif og þú veist tollar og bara eins og ég bara allskins rugl búið að vera í gangi kryptó má segja alveg bara hafa unnið ákveðin varnar sigur ég segi svona sko, ok, ef maður vil horfa á jákvætt þeir sem eru núna á kryptómarkanum þetta er dálítið bara svona hardcore kryptógaurar, meir og minna þú ert ekki, þú veist, ég neita að trúa því að sé mikið ekkur túristum ég held að sé búið að hrista alla túristana út og ég held jafnvel sko að þú veist, það sé ekki eins mikill hætta eitthvað, við sjáum eitthvað rosamendil eitthvað hrun, af því það er búið að hrina svo mikið ég er að segja það er miklu meiri áhætta út frá gerfugreindar verðlagningu á fyrirtækjum að það getur orðið hrun á hlutabréfamarkaðinn það kemur það þá á kryptómarkaðinn líka en ég tek alveg undir þetta sko, það er bara frekar þéttur kjarni sem er eftir núna í kryptó kjarni sem trúir á þetta og skilur þetta og er bara ok, þú veist, bara sem deilir þetta okkar viðhorfum, bara við þurfum bara að halda sjó, reyna að kaupa meira ef við getum og bara halda sjó og við uppskerum eftir 1 ár, 2 ár hvað er, 3 ár kannski og þú veist, þetta er ekkert nýtt í sögunni, við vorum bara gangi gegnum þetta nákvæmlega sama, þú veist, þegar við segjum svona 2023, mér finnst það vera svona svolítið svipað tími sko að í 2002 þá voru bara í harðkjarna bjarnamarkaðan, ég ber þetta ekki saman ég ber þetta saman 2003 þá vartu bara með kjarnan alveg massan eftir mjög solid kjarni búin að hrista allar túristan út og við horfum bara á þetta aldrei bara okkur, við vitum ekki hversu hratt er að fara að gerast má segja eitthvað að þetta gerst það hraðar en við byggust við en nema þá munur var að tími sem við heldum að það myndi virkilega springa út sem var 2005 og voru svo algjör vonbrigði sem er leiðilegt að díla við en ég myndi segja þetta sumera pretty much hvernig ég horfa á þetta og þetta er auðvitað bara að halda áfram en við höfum talað hérna þegar gullkaupallarsjóðun kom þá var eitthvað 7-8 ár bara aukning á hverju einasta ári Já, þetta ári sem núna hætti að vera strax ár nummer 2 sem verður rautt af því að Bitcoin er ákveðað núna eiginlega cirka break even, það er aðeins niður en sjáum til hvernig árið endar komið inn og okkur fleira þú veist að þetta það geta alveg komið tímabil útflæði og eitthvað svoleiðis og eins og segi þetta ár geti komið neikvætt út og eitthvað svoleiðis sko. en í grunninn, ekki neikvætt út ekki eins stórt og þar á undan en í grunninn, þú veist þá er þetta bara að fara að aukast þannig að þú veist einmitt. en já mér finnst það bara orðildi augljóst í þú veist bara eitthvað veginn þegar maður er að tala við
þú veist, stofnanir, fólk að einhvern veginn kryptó algjörlega komið inn í einhvern veginn kerfið. Það bara ekki mjög heitt núna en þú veist, ég verð aldrei var við nema hjá okkur svona virkum trúðum í kommentakerfum skiluru eitthvað að tala að Bitcoin sé bull og eitthvað skiluru en það engin alvöru gefin einstaklingur sem að tala þetta lengur, fattaru. Þú veist, sem var mjög mikið þú veist, 21, þú varst alveg með bara alvöru serious play, Larry Fink var að tala að Bitcoin væri bara skam 21, 22 skilur. Ég veit ekki, þú veist, ég held bara máli þetta, þú veist, þú komið mikið löggjöfun í Evrópu. Já. Þannig að þú veist, það bara búið að segja, bara Evrópusambandið, hvað sem fólki kann að finnast það bara búið að segja, kryptó komið til að vera, þetta bara orðið markaður eins og hver annar markaður. Bretar eru núna ákvarðið þessum, bara líka við töluðu orðum að einhvern veginn skýra sitt betur. Já. Ok, svo ertu með allt þetta sem í gangi í Washington. Já. Þú ert með öll þessi frumvörp sem var verið að samþykja í kryptóvikunni á bandaríska þinginu í fulltrúadeildinni. Þú er með SEC sem í einfallega bara með þetta risastóra Project Crypto sem bara á að fara að tokenæsa alla eignarlóku koma þessu öll yfir á bálkakeður. Og Larry Fink búin að segja núna bara og ekkert að bakka með það bara við þurfum að tokenæsa allt. Setja allt yfir á bálkakeður. Ég veit ekki, ég er með minni tilfinningu, þú veist meira það hvað er að gerast í Asíu og Miðausturlöndum en eina sem ég veit að það er fólk sérstaklega mikið ef við tökum til eins og Afríku, Suður Ameríku þar sem gjaldmiðlar eru farin rúst, þar er Bitcoin mjög vinsælt hjá fólki bara einfalda til að verja sig gagnvart verðbólgu. Já, og stöðuleika myntir. Já, þú veist, einmitt og stöðuleika myntir. Þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er orðin raunveruleikin. Þetta er bara ekki lengur eitthvað svona klikkað eða spennandi eins og þetta var og fyrir vikið færi þetta ekki eins mikla athygli. Meðal annars vegna þess að það er ekki nógu mikið af stórum gaurum að stíga fram og segja að þetta sé vitleysa og sé túlípanæði og sé skam. Já, það er punktur. Ég var með náttúrulega að tala, ég reyna að rifja upp einhvern, þá er ég að tala Bandaríkin, ég er ekki að tala fjármál. Nei, það er bara enginn. Það er allir hægt. Hvernig ætlar að segja þetta núna? Hvernig ætlar að segja þetta núna þegar allt þetta sem er að gerast í stjórnkerfi Bandaríkina, þegar BlackRock og Vanguard er komið í þetta, þegar það er komið MiCA-löggjöfin í Evrópu, þú veist, skilurðu? Ætlar ég alveg að segja, það meikaði fullkomið sens að vera að segja þetta 2017, ég sagði þetta 2017, skilurðu? Þetta er bara auðvitað svona tækni sem komið til að vera að því sögðu við vitum ekki hversu stóru hlutverki hún er að fara að gegna, við vitum ekki hversu stóru hlutverki Bitcoin er að fara að gegna, við trúum mjög að þetta fara að vera mjög stórt, miklu stærra en til dæmis gull, þannig að Já, ég trúi því meira þess að á næsta árum þá fyrir að fara að vera tókenæsa hlutabréf og skuldabréf og hvað heitir þetta allt peningamarkas alls konar svona eignir, þá verður það starra heldur kryptó rauninni kryptomarket capir í dag. Já, miklu stærra sem bara gerir kryptó miklu stærra. Eina sem við eigum eftir að fá úr í skori, ég held að sé enginn vafi á því að það verður eina sem keðjum. Ég trúi og ég hlusta mann frá BlackRock og Coinbase tala meðal hans þetta. Þannig heldur svo að þetta verða nokkra keðjur sem er að fara að gleypa Dagsson. Það meikar ekki sens að ein keðja sé að fara að gleypa þetta allt. Þetta verða nokkra keðjur. Þetta verða Solana, þetta verður Ethereum. Já, þú veist, gæti orðið eitthvað eins og Avax. Er það ekki bara, þú veist, ég er með Apple-tölu, einhver annar með PC og þú veist, þú ert með Samsung og ég með iPhone. Ákveðnar keðjur verða, þú veist, það verða ekki eitthvað, þetta verða engin aragrúa keðjum, þetta verða nokkra keðjur og ákveðnar keðjur verða heppilegri fyrir ákveðnar tegunda af eignum og svo framvegis, ákveðnar tegunda viðskiptum, ákveðnar tegunda. Við erum strax að sjá eitthvað mun á milli Solana og Ethereum, einmitt. Þannig að, já, ég held ég sé nokkuð sáttur, þú veist, þetta var svona kannski stóru fréttina voru Strategy og Vanguard. Já, algjörlega. Við munum halda áfram að fylgja náttúrulega með Strategy, en ég setti mig alveg ágætlega inn í þetta, ég sé allavega ekki fram á einhver vandræði í náinni framtíð, en ég held að þetta verður ennþá samt einhver svona kvalur hangandi yfir þessu sektor og ég segi bara, þú veist, svona pínu einhver veginn plástur sem ég væri bara ekkert á móti að rífa, bara liquidate allt rastleðana og veist, það er hræðilegt, skiluru, þá sannarlega væri að koma að bjarnamarkaður, bara unreal. Já, en bara verður búin að safna peningu fyrir það. Grínlaust, því að þú veist, að það væri þetta skrítið vegna þess að ég held að það væri samt, þú veist, það væri samt svo erfitt að sjá þetta sem annað en kauptækjafæri. Meiri sér fyrir,
fólk sem væri ekkert með eitthvað ofur samfæninga því þú væri með svo ótrúlega skýrt narratív hvað væri að gerast það er bara eitthvað kvalur sem á 700 bikkun sem er að sem er þvingað til að selja það en þetta er ekki að vera að gera sko. Það er, þú veist, eins og segi, það er alltaf ekki að vera að gerast að neinu leiti næstu 2 árin svo er hitt, segjum að þeir klári peningin eftir 2 ár þeir eiga eins og segi, 700 bikkun eða hvað er þeir selja 50 bikkun og það er núna á gengun í dag $4,5 milljarðar þá er það góður í önnur 3-4 ár sko. Þannig að þú veist, ég get ekki sagt að þetta sé að Ég, þú veist, út frá strategi, ég er meira á því þegar ég bara hægt að kaupa og hann ég er sammála því ég er sammála því þú veist, það þýðir ekki að ég hafi eitthvað endilega miklar ágjur að það muni einhvern veginn að þurfa að selja gríðalegt magn eða eitthvað svo leið, sko en þú veist, ég vil bara hægt að kaupa bara leiða öðrum að Já, og bara, þú veist ekki vera líka, þú veist, ekki vera að kaupa á lánum ég veit ekki, ég maxi reyndar yfirdráttið minn og kaupi bikkunni það er aðeins öðruvísi á lánum en getum við tekið tvennt bara Já Vist, annars er skemmtisaga og svo bara aðeins bara hvað er framöndan skemmtisagan nú er þú kannski búin að heyra þetta nú er hérna Binance ráðstefnan eitthvað hljóðis Já, með Peter Schiff og einhverjum hérna, og það er reyndar áhugavert að því nú er Solana Breakpoint líka að koma held í manni hvort það er næstu viku að það er oft þannig að það er svo mikið svona tilkynningum að verði oft hækkar ég er nú ekki með að tjekka hvort að BNB hafi hérna hækkað núna við þessi þetta en það var svona skemmtilegt í þessu gull Bitcoin dæmi að það var hérna pallborðsumræða hjá Sisi og Peter Schiff og Sisi tekur upp hérna svona gullstöng og segir hérna Peter Schiff, geturðu hérna sagt mér hvort að þetta sé raunverulegt gull og Peter Schiff segir, nei ekki nema að vera með réttu tækin, ég er ekki með réttu tæki með mér einmitt, en þú veist hérna Bitcoin getur sannreynt að sé raunverulegt Bitcoin á einhverjum sekundum mínúndum þannig að þetta var bara svona skemmtilegt að hann sett hann svona einhvern veginn upp í þessu sko En hvernig horfður á, ég horfði ekki á raukröðuna menn var þetta ekki svona frekar, ég held að það var frekar svona respektfúl þú veist, og hann tók ekki deill í þetta var nú bara svona til að gera þetta eitthvað svona hann er alveg skemmtileg Peter Schiff, hann er bara freaking rugglaður þegar kemur að Bitcoin sko, ég skil ekki af hverju sumir segja samt sko þetta sé allt leikrit já, þú veist, auðvitað er hann að auglýsa á Bitcoin en þú veist, Peter Schiff er vinsæll út af Bitcoin en ekki gulli og þú veist, það eru sumir myndu við segja, ég ætla að fullir það er fullt af einhverju stóru nöfnum að núti sem ekki náð eins mörgum inn í kryptoheimin og Bitcoin heimin eins og Peter Schiff með þessar umræður hann er bara please ekki breyta skoðun sko. En hitt sem ég ætla að segja bara, þú veist, það sem er framundan bara aðeins það er vaxtarákvörðun næstu viku, við erum konum með 92% líkur það getur haft í ákveð áhrif á markaðin og svo, þú veist, hugsa ég ætla bara að koma með hérna svona stóra fullyrðingu ef þetta Clarity Act þetta Market Structure Bill í Bandaríkjunum, ef það fer í gegn þú veist, það var einhver spá hvort það fær í gegn á þessu ári, ég efast nú það sko ég held þá bara að séu að því það verður svo jákvætt fyrir rauninni altcoins, þá held ég bara við sjáum allar þessar myndir, þú veist XRP, Solana, þú veist Ethereum, bara allt fari all time high það bara finn að ég fór að hlæja þess að satt bara það fyrir ekki, það bara Solana aldrei undir $1,000 Nei, ég var ekki þar en já, þú heldur að fara í all time high en það fari $300 og hvenar þá, bara skömmu eftir að það fyrir ekki Ég ætla ekki að segja þetta verði eitthvað sólarringskeisla en ég held að, þú veist, þá séum við allan að þú veist, maður segir þetta, þú veist, þá er ég að gera ráð fyrir að gervigreindar bóla springi ekki og það verði nýtt stríð í Evrópu og þú veist, Trump ráðast inn í Venezuela, ég ætla ekki að þú segja út frá því, en ef bara allt annað er eins og þetta kemur og við erum með þessa vaxtalækkun, já, ég held að gerist bara innan við 2 mánuðum Ég held ekki ef það gerist Getur tæknimaðurinn tekið upp útin og spila fyrir annan okkar þegar annar okkar hefur rétt fyrir sér Þú vonar að ég hefur rétt fyrir mér Já, ég gera það, 100% Þú veist, ég held núna að í þessu ástandi
þú veist, og ég veit ég hef talað við fullt af fólki sem meðal hans að hlusta á alla þættina hjá okkur og við erum að ræða markaðin mikið og þetta svo eðlilegt að fólk einmitt að díla við að bara það svona frústrera, þú veist, marga viku, marga mánuði að lesa hluti alveg lón og dón, þetta skemmtilegu markar, það gaman að sökka sér í hann og það að senda á mig post og segja við ættum að horfa á þetta, að lesa þetta og nú skil ég ekki af hverju þetta ekki að gerast og okkur svona á, þú veist ég bara einhvern veginn hef lært það aldrei bara, þú veist, þegar við erum í svona látið ástand eins og núna þú þarft að fá þessa stóru katalista eins og þú segja, einhver flott lög að vera samþykkt einhver aðri stóri katalistar en svo tekur þetta bara lengri tíma en svo þegar það gerist þegar svo loksið búið að vera að malla mánuðum saman og byggja upp eitthvað momentum og þú veist, þetta sáu til dæmis bara með þegar BlackRock tilkynir í júní og það mallar alveg í meir en hálft ár en svo gerist það og búm, þá gerist það svo hratt þannig að þú veist, þegar ég að segja nei þá þetta ekki að meina, þú veist, einu sem ég ekki að sjá nein all time high gerast á næstu 2 mánuðum næstu 2-3 mánuðum Já, og ég sé það ekki. Kannski ég aðalega að segja að ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað þetta Clarity Act Já, gæti verið stórt. Ég get alveg trúa því. Og bara fyrir iðnaðinn og þróunina og menns bara viti hvað mega og mega ekki. Einmitt. Já, það bara, ég sammála því. Og að því sögðu þá held ég að við séum bara nokkuð sáttir við þessa yfirferð. Og ég þakka þér Björn Harðarsson fyrir spjallið og ég þakka ykkur kæru hlustundur fyrir hlustununa og áhorfið við heyrumst og sjáumst aftur að viku liðinni þangað til næst verið sæl